ferðamálastjóri og góðir gestir. Ég ætla að segja ykkur frá þessu verkefni sem að Ferðamálastofa styrkti sem við köllum þolmörk ferðamanna á 8 vinsælum stöðum á Suður- og Vesturlandi. Ég heiti Anna Dóra Sæþórsdóttir og ég kenni ferðamálafræði við Háskólann og Þorkell Stefánsson meistaranemi í ferðamálafræðum, hefur unnið með mér í hinum ýmsu verkefnum undanfarin 8 eða 10 ár. Við skulum kannski ekkert segja það, en hann alveg að fara útskrifast í gefunum frið til þess að vinna sínu verki. Eins og fram hefur komið, þá hefur orðið geysileg fjölgun í komu erlendra ferðamanna til landsins og það sem líka hefur gerst að við erum að fá fleiri og fleiri utan þessa venjulega sumartíma, það koma fleiri á vetur, haust og vor. Eins og ráðherra kom inn á, þá koma flestir hingað út af náttúrunni, 80% koma vegna náttúrunnar. Það sem hefur verið að breytast að á veturna var náttúran ekki aðdráttarafli fyrir 10 árum síðan. En það hefur hins vegar verið að aukast og núna hlutur náttúrunnar það bil sama sumar og vetur. Með hliðsjón af þessu, og svo það sem heillar fyrst og fremst í íslenska náttúru, það fegurð hennar, að hún sé óspillt og hér sé óbyggð. En með hliðsjón af þessu, þá settist við Ólöf við borð og hugsaum, hvar það sem mætti búast helst við að þolmörkum ferðamanna veri helst náð og við kortlegðum þessa vinsælustu staði og í ljósi þess hvað ferðaþjónustan vegur þungt allt árið, þá völdum við fulltrúar frá Suðurlandi og Vesturlandi og ákveðum að þarna skildum við gera könnun á því hvernig ferðamenn eru að upplifa þessa staði á 3 tímum ársins. Og við spurðum okkur hvaða ferðamenn heimsóttu fyrrgreinda staði með tilliti til þjóðernis, aldurs, ferðamáta, ferðalag og gistimáta. Finnst þeim sem að þangað koma vera of margir ferðamenn, eða of mikið af bílum eða of mikið umsvif. Hversu ánægðir eru ferðamenn með heimsókn sína, með náttúruna, með innviðina, þjónustuna. Hvernig skynja þessa staði, sáu þeir ummerki skemmdir á stöðunum og síðan tölfræðilega marktækur munur á milli árstíða og á milli þessara staða. Þetta byggir á hugmyndafræði sjálfbæra ferðamennsku sem segir það að það eru takmörk á því hversu marga ferðamenn hægt að senda ákveðna staði án þess að staðurinn fara að láta á sjá. Og þetta tala saman við frægt módel sem að Richard Butler setti fram á sínum tíma það að ferðamannastaðir þróast og breytast og eftir því sem að ferðamönnum þangað fjölgar, þegar það gengur á staðinn, þá breytist hann og það breytist á markhópur sem kemur á staðinn í leiðinni. Eins og Ólöf kom inn á, þá eru ólík þolmörk og við erum að fjalla þolmörk ferðamanna. Við vorum á þessum 8 stöðum og vorum viku á hverjum stað fyrir sig og dreifðum spurningalista til eins margra og við náðum. Það voru 3 til 4 og jafnvel 5 á hverjum stað fyrir sig á það sem að mest var að gera og svo færri, sérstaklega á veturna, þá voru bara 1 á hverjum stað vegna þess að sum staðar var minni umferð. En með þessu móti þá náðum við 26.000 svörum, þannig að þetta geysilega stórt og gott gagnasafn sem við erum með. Og við erum búin að gefa út skýrslu þar sem við erum búin að greina miðað við þessi markmið sem ég sagði áðan, sem munur á milli árstíða og milli staða, en þessi gagnabanki hann býður upp á ótal aðra greiningar. Þannig að þeir sem hafið áhuga á einhverjum stað fyrir sig eða einhverjum ákveðnum spurningum, þá þetta alveg botnlaust og ofsalega gott gagnasafn. Þorkell, hann hefur séð fyrst og fremst greiningar á gögnum, þannig að hann ætlar að fjalla það og svo því ég kom aðeins að þessu. Sæl, eins og Anna Dóra sagði þá náttúrulega þetta omfattandi botnlaust gagnasafn sem við fengum í þessum rannsóknum. Ég ætla að segja frá því sem var helst. Ánægjan á stöðunum öllum var mjög mikil og við skoðum líka nokkra þætti hvað varðar ánægju. Ferðin í heild, fólk var frekar ánægt með hana almennt séð, en það sem fólk var ánægast með var náttúran og það mjög jákvætt vegna þess að það það sem fólk kemur ekki til að sjá.
eins og kom fram á hann, 80% þeirra sem koma til landsins koma til að skoða náttúruna. Göngustígar, það var einnig mikil ánægja með þá. Bílastæði, sjáum við að skalinn á þessu er þannig að 1 þýðir mjög óánægður, 3 þýðir hvorki né og 5 þýðir mjög ánægður. Þannig að 4, eða þetta er allt í kringum 4, það gefur til kynna að ánægjan sé frekar mikil með alla þessa þætti. Sá þáttur sem er neðst er salernisfræðsla, en aðrir eru bara í kringum 4. Ánægja með ferðina var þarna áðan sýnd, en núna ætlum við að taka hvern stað fyrir sig og skoða aðeins muninn. Það er allir mjög ánægðir bara með ferði sína á þessum stöðum, en það er hægt að greina mun á milli staða, það er að segja í einu tilfelli, þá er eitt staður með margt fleiri ánægju heldur en aðrir, þó að ennþá sé ánægja kringum 4, sem þýðir að fólk er ánægt, eða frekar ánægt. Ef við skoðum árstímana, þegar við vorum bæði sumrin, haustin og veturna, þá getum við séð að sums staðar þá er ánægja meiri á einhverjum ákveðnum árstíma. Og þetta á við, þetta er augljósasta súlan hérna sem stendur út, það er Þórsmörk haustið, en vegna þess að úrtæki var frekar lítið þar, bara 40 mann, þá er þetta ekki marktæk niðurstaða. En við sjáum hérna á Jökulsárlóni til dæmis, sem er 3. efsta, þar er ánægja meiri haustið, tiltölulega mikil. Ánægja með göngustíg á öllum stöðum er nokkuð mikil, en við sjáum hér að þessi raðið alltaf eftir hvað hún er mest og hvað hún er minnst. Á Jökulsárlóni og Geysi þar er hún talsvert lægri en á hinum stöðunum. Þingvöllum og Þórsmörk hins vegar er nokkuð mikil ánægja með göngustígann. Ánægja með þjónustu, almennt séð á öllum stöðum er rétt hæpir 4, sem þýðir að hún þykir frekar góð eða fólk er frekar ánægt með hana. Og það er einnig 2 staðir hérna sem skerir sig úr, Seltún og Hraunfossar, þar sem hún var eilítið minni. Þórsmörk og Geysir, þar er fólk frekar ánægt með þjónustuna og jafnvel meira en á öðrum stöðum. Ég hvet ykkur til að skoða skýrsluna til að sjá samanburðinn á milli staða og líka samanburðinn á milli árstíða, bæði á hverjum stað og almennt. Og þá er þetta að finna, ef þið hafið áhuga á einhverjum ákveðnum stað, finna bara þann stað og skoða niðurstöðuna frá þeim stað til að vita náttúrulega hvernig þetta var það. Viðhorf til fjölda ferðamanna, það er náttúrulega þessi þolmörk sem við erum að skoða. Það var ansi misjafnt og eins og við sjáum hér græna súlan, sem þá sumarið, hún stendur aðeins út úr. Það er að segja að það er frekar á sumrin sem fólki finnst vera of margir ferðamenn á þessum stöðum. Og þetta á sérstaklega við Geysi og Jökulsárlón, sem við sjáum hérna neðst. Þetta þýðir að 5 þá merkir fólk 5 ef það fannst þér of margir og 1 ef það fannst þér of fáir, sem sumir gerðu þetta. Og 3 ef það fannst fjöldinn vera hæfilegur. Seltún og Djúpalónssandur eru hérna efst, sem þýðir að það var að meðaltali, ef þið eru að skoða alla hópa saman, það var að meðaltali koma síst fram að fjöldinn væri of mikið. Með aldursbreytuna bara snögglega. Þetta eru 4 fyrstu staðirnir í stafrófsröðinni. Á Djúpalónssandi það má sjá það sem er helsta í fyrstu súlunni, sumarið á Djúpalónssandi. Það er að þessi hátt hlutfall þeirra sem voru í elsta hópnum er þar, en svo minnkar það þegar líður á árið. Og inn í staðinn kemur hópurinn næst elsti, 25-34 ára. Og Geysi er þetta frekar jafnt, en á Hraunfossum þar er svipað í gangi eins og Djúpalónssandi með það að þeir sem eru eldri, þeir eru meira en á sumri, og svo koma þeir inn sem eru í næst yngsta hópnum. Jökulsárlón svipuð aldursdreifing eins og Geysi.
Það sem að á þessum 4 stöðum stendur helst út er haustið á Sólheimajökli, það sem að yngsti hópurinn var mjög áberandi og vetur líka sko, og þetta meiri heldur en helmingur. Og það kemur sennilega til vegna skólaferða. En sko, meðalaldurinn á Sólheimajökli er minnstur en á öllum stöðunum og Þórsmörk líka, þar er meðalaldurinn líka frekar lágur. Á Þingvöllum þar hækkar líka hlutfall þeirra sem eru yngsta hópnum vetur. Ferðamáti, það er sem algengustu ferðamátanir eru þessi vélræni, það er bílarnir, það eru hóperabílar, það eru bílaleigubílar og eiginbíll. Eiginbíll er þessi rauði, frekar ofalega. Hóperabílar er það neðsta, þessi blái, og í miðjun eru bílaleigubílar sem eru mjög svona algengur ferðamátur á sumrin en oft aðeins meira af hóperabílum vetur. Og það sést á Geysissúlunum þar sem að hlutfall þeirra hækkar mjög mikið og er komið upp í 80% vetur. Í Hraunfossa hins vegar þá eykst hluti bílaleigubíla haustið og vetur. Sama í gangi á Seltúni. Og á Þingvöllum er þetta svipað eins og á Geysi, það eykst hlutfall þeirra sem koma þangað á hóperabílum haustið og vetur. Og nú ætla ég að segja svolítið margt í einu, að skoða svolítið margt í einu. Við erum búin að kíkja á ánægjuna, við erum búin að kíkja á skynjun á fjölda ferðamanna. En svo er komið inn í þetta líka þjóðerni sem er stórt breyta í þessum markhópapælingum. Og þetta á við alla þessa staði, þessar 26 mann sem svöruðu til mjög. Og við sjáum að stóra kúlan til vinstri er Bretar og Írar, aðalega Bretar náttúrulega. Það eru 5.667 manns í úrtakinu, þannig að það er talan sem stendur við hliðina. Bandaríkjamenn, það er þessi rauði sem er við hliðina. Norðurlandabúar eru svipuðum slóðum eins og Bandaríkjamenn hvað þetta varðar. Og það sem þetta þýðir er að hversu næmir þessi hópar eru fyrir fjöldanum. Ef þeir eru næmir fyrir fjöldan, heldur næmir hópar, þá eru þeir lengur líka. Játtina að þeim finnst vera þessi ferðamanna er mikið þegar þeir eru komin langt líka. Ánægjan er síðan auðvitað áhrif sem að ef hún er mikið þá er hennar upp. En það er sjá hópa sko í því. Íslendinga, Þjóðverja, Svisslendinga, Östurþýskaland og Frakkar sem eru kannski heldur næmari fyrir fjöldanum heldur en aðrir. Og svo þeir sem eru Þýskalendingur og það alveg sérstaklega Asíubúar sem eru alveg vinstri sem eru ekki eins næmir fyrir fjöldanum eins og aðrir. En þeir eru jafnvægt og þeir eru ekki eins ánægðir eins og. Það eru þessar fylkingar endurtaka sig svolítið mikið í þessu. Þegar Bretar og Bandaríkjamenn og Norðurlandabúar eru svolítið líka. Þetta var aðeins minna næm fyrir fjölda heldur en fylkinguna hægra megin. Og svo þeir sem eru næmari. Á hvað að skoða hálendi til samanburðar. Sjáum að sko ánægjan eykst þegar við komin á hálendi. Þetta bara gamla rannsóknir sem við höfum gert áður. Frakkar eru mjög ánægðir þar, en við sjáum líka stærri hópana breytist aðeins. Íslendingar á Íslandi voru ekki svakalega stór hluti ferðamanna á þessum stöðum sem við skoðum, en þetta er frekar stór hluti á hálendinu og þar eru líka bæði ánægðari og ekki slæmir fyrir fjöldanum. Þórsmörk er svona svipað eins og á hálendinu, ég var að fara til hratt í Endarsálfinn. Svipað eins og á hálendinu, Frakkar mjög ánægðir, þetta eru stór hópur. Og hérna er ekki eins og dreifing á þessu sem snýra sko hversu nægt fólk er fyrir fjöldan. Djúpalandsandur, það er svipað, það er stór fylkingan í miðjunni sem eru bara finnst fjöldin vera hæfilegur. Það er talsvert mikil ánægja hana. En svo eru Asíubúarnir sem þola fjöldan virðist vera betur en jafnframt óánægðari hópur. Þó séu þessu ánægja. Vísegrad, já, ég glemdi að segja það. Ég nefndi ekki að skrifa, ég nefndi ekki að skrifa sko, já, ég vona með þetta rétt, Pólland,
Ungverjaland, Tékkland og Slóvakía. Þetta í Evrópupólitíkinni þá er þetta svolítið notað. Þannig að mér datt í hug að skella því bara inn til að ég þyrfti ekki að skrifa þetta svona. Gott að það spurði. Það sem sagt þessi lönd. Hraunfossa, þar þetta bara svipað. Fólk almennt ánægt. Það stór hópur Þjóðverja hana og stór hópur Íslendinga líka. Þannig að þarna Íslendingar að koma svolítið. Og Seltún, það einn stór hluti Þjóðverjar, það Bretar, það Bandaríkjamenn, Frakkar, Íslendingar, þetta allt stóra hópar, meira sér Ítalir og Spánverjar og ekkert svakalega mikil dreifing í þessu, hversu mikil fjöldi ferðamanna þeim þykir vera á stöðum. Sólheimajökull, það svolítið sérstakt þarna í gangi, þetta mest Bretar og svolítið dómirandi sérstaklega á veturna og haustin. Og bara lítið af Íslendingum og lítið af öðrum heldur Bretum og Bandaríkjamönnum. Nú ætlum við að skoða líka svona tímalínu af því að þessi þrístæðir, Geysir, Þingvellir og Jökulsárlón eru svona að bara bera aðeins á því að það sé mögulega þolmörkum svona einhverja hópa náð. Og þetta sumarið á Geysi. Þannig að sjá að Íslendingarnir eru þeim finnst vera heldur mikill fjöldi ferðamanna. Þetta 4 sem þýðir að það frekar margt, þeim finnst vera heldur og margt. Og líka það að ánægja með minna manna á hópa. Þannig að þeir eru að færast þarna niður í hægra hornið sem þýðir að þetta er ákveðin svona vísbending þarna að Íslendingar með að koma þangað. Þjóðverjar einnig stór hópur á Geysi og voru líka svona á þeirri skoðun af Frökkum og Svisslendingum og Austurríkismönnum að þarna væri mögulega að þarna séu of margir ferðamenn. Á meðan Bandaríkjamenn, Bretar, Norðurlandabúar eru jafn ánægðir en fjöldan aðeins öðust. Það ítrekka það náttúrulega að ánægðin hana er alveg mikill þó að það sé fara að geta einhverja svona vísbendingum að þarna getur verið margir ferðamenn. Sjáum breytinguna síðan ef við skiptum yfir í hausti á dregst þetta svona 10 stig. Þá gætir ekki þessara áhrifar. Þó að Íslendingarnir séu þetta lengst niður til hægri. En þeir eru minni hópur. Aftur kemur fram að Asíubúarnir eru einhvern veginn óánægðir með þetta. Ég veit ekki það ekkert neitt sérstaklega. Hérna aftur ef við skiptum yfir í veturinn þá dregst þetta aðeins til hægri og Bretarnir eru alveg miklu meiri hluta ferðamanna sem að koma á staðinn. Þingvellir, hérna þetta aðeins öðru, það er minna teygt. Þannig að það er ekki eins mikill munur á þjóðverjunum hvað var það sem þeim finnst fjölda ferðamanna. Íslendingar eru bara þeir skera sig ekki eins langt út eins og þau gerðu á Geysi, þannig að þeir verðast skynja fjöldan á Þingvöllum sem aðeins minni. Þjóðverjar eru stór hópur og Bandaríkjamenn einnig og náttúrulega Bretar. Sama í gangi með hópinn sem Asíubúarnir eru. Þeir eru ekki með hlutum fjöldanum og eitthvað aðeins óánægðari. Sama í gangi hérna, þetta skipta aðeins aftur yfir sumari og svo yfir á hausti. Dregst allt til vinstri, þannig að fólk eru að upplifa minni fjöldan á haustin heldur en á sumrin. Bretar eru á bak við rauða bandaríska hópinn. Þeir eru mjög stór hópur. Þess að Þjóðverjar eru miklu minni hópur á veturna og haustin heldur en á sumrin. Nei, það veist ekki vera. Kannski að koma inn þarna, kannski að koma þarna inn norðurljósið. Einhverjum ástæðum allan hef ég þá tilfengið, ég ekki búin að aðtöða þetta. Við eigum spurningu sem hversu mikil áhrif höfðu norðurljós á komst. Það var hægt að skoða það sama. En ég hef tilfinninguna að þeir komi margir hverjir til Íslands til að aðtöða að bara sjá norðurljósin, upplifa norðurljós. Þannig að kannski það mögulega ástæðan fyrir þessu. Þingvellir veturinn, hérna eru bara Bretar komnir inn á kostnað allra aðra. Íslendingarnir komnir hérna til hægri. Þannig að þeir upplifa meiri fjölda á veturna heldur en á haustin og það sé ekki endilega meira af ferðamönnum á veturna en á haustin. Jökulsárlón. Hér einnig komið
svipað scenaríó eins og var á Geysi nema ánægjan bara meiri. Íslendingar lengst til hægri, þeir eru stór hópur annað þá. Þjóðverjar, Frakkar líka stór hópur. En svona viðkvæmir fyrir fjöldan. Asíubúar ekki óánægðir þarna, með við kannski öðrum þegar. Haustið þá gerist eitthvað skrítið, þá allt í einu bara skýst aftur vinstri, nei nú ég komið veitin, skýst aftur vinstri og upp. Þegar hana yfir titilinn alltaf í tíma. Og Íslendingar eru samt hérna. Íslendingar eru allir hinni fóru ánga. Þannig að þeim finnst einhvern veginn að fjöldin sé of mikill annað þó að öllum hinni finnst hann bara mjög hæfilegur og séu mjög ánægðir með. Frakkar mjög ánægðir þarna og Þjóðverjar. Með veturinn þá snýst þetta alveg með við og engin Íslendingar lengur þarna. Asíumenn bara mjög fjölmennir á staðnum og mjög ánægðir með svona oft áður á þessum miklu. Mikið af Bretum og Bandaríkjamönnum. Og en það alltaf þessar þyrpingar eins og við sjáum. Þessi Svisslendingarnir, Þjóðverjarnir, Frakkarnir og Íslendingarnir, þeir einhvern veginn halda sig þarna hægra megin. Bara svona í þessari vít sko. Það einhvern veginn hafa þeir meiri tilfinningu fyrir því að ferða að fjölda fyrir hann sé og mikill á þessum rennstöðum. Finnst ykkur ekki snilldar framsetning hjá drengnum? Mér finnst þetta alveg brilliant eins og hann hefur sett það. Herðan, fyrst að Ólafur er ekki búinn að setja upp spjaldið, þá ætla ég að koma með smá svona heilræði í lokin. Og sem sagt, það sem að gerist þegar að er verið að nota svona sameignar auðlind eins og náttúran það er umlega að skýra þessa nýtingu, það er að segja að ferðaþjónustufyrirtæki sendi áfram ferðamenn á staði þótt að 40% sé farin að kvarta undan því að það séu mikið þarna. Sem sagt, þessi kenning sem hefur verið, sem heitir á ensku Tragedy of the Commons, verið kölluð kenningin bölvun sameignarinnar. Hún gengur út á það að við erum með eitt svæði og notkun af því undir þolmörkum, að þá fær hver ferðaþjónustaðila krónuna í sinn vasa, en ef að það farir yfir þolmörk, þannig að einn ferðaþjónustaðili fyrir að senda fleiri ferðamenn á staðinn, hann fær allan viðbótar ágóðan í sinn vasa, en hagnaður allra hinna minnkar. Af því að menn eru aðeins óánægðir, borga aðeins minna fyrir ferðina, þannig að allir tapa smá. En tapi leggst á alla, en ágóðinn af þessum viðbóta ferðamanni, hann fer beint til þess sem að seldi ferðina. Og þess vegna þá halda menn bara áfram, til þess að standast þessa samkeppni, þá halda menn áfram að senda fólk á staði, en alltaf fá allir minna í sinn vasa. Þannig að það er þessi hugmynd sem sagt sameignar auðlind. Og vegna þessa lögmáls þá er nauðsynlegt að búa til leikreglur og stýra umferðinni og ná stjórn á nýtingu svona sameignar auðlind. Og þessi kenning hann situr upphaflega fram vegna beitarálags, sem sagt ekki afrétti, en þetta hefur verið notað í sjávarútvegi, fiskurinn sameignar auðlind og gildir raun slíkum fagurt land. Velkomin á þolmörkum, sagði Fréttablaðið einhvern tímann í vetur. Við erum ekki að segja að við séum komin þangað, en eins og Þorkell kom inn og þá er fullt af vísbendingum sem við þurfum að taka alvarlega. Og það eru ótal leiðir sem eru færar til þess að stýra umferðinni. Það er hægt að stýra því með aðgengi innviðum, kynna ný svæði, kynna nýja árstíma, nýsköpun. Þetta eru allt sem að búin að vera að gera og staðið okkur afskaplega vel í eins og ég kom hérna í byrjun, það hefur tekist að lengja tíma, heimsóknartíma. Og ný svæði, ótal ný tækifæri sem er verið að byggja upp. Við höfum ekki ennþá farið þá leið að setja kvóta eða ítölustaði og svo hefur við náttúrulega verið í umræðinni gjaldtaka með misjöfnum undirtektur, skulum við segja. En þetta er allt tæki sem við höfum til þess að stýra umferðinni. En við verðum að vera meðvituð þetta er atvinnuvegur og fyrir náttúrulega í greininni sem að starfi hérna. Að sérstæða atvinnugreinarna sem við erum að vinna við er svo að þessi atvinnugrein, hún er stunduð á viðkvæmustu svæðum landsins.
og landa í heiminum. Það myndi engum detta í hug að byggja álver á Þingvöllum, en ferðaþjónustan samt með stórútgerð á helgistað Íslendinga. Þannig að það þarf að fara ofboðslega varlega þegar verið að gera út á náttúruperlur. En sem komið sér maður ekki skýra stefnu nýtingu náttúrunnar, ekki nema það að hún bara svolítið frjáls, ekki bara svolítið, hún bara frjáls. Það virðist vera ótakmörkuð eftirspurn eftir náttúru, eftir svona einstakri náttúru eins og við höfum upp á að bjóða. Náttúruferðamennsku á heimsvísu hefur aukist frá 2% árið 1990 og núna 20% af ferðamennsku í heiminum, og þetta fer vaxandi, þannig að við höfum bara eftir að sjá áframhaldandi aukningu. Viðbrögðin sem við höfum verið með, sem við höfum reynt að dreifa betur svæði og í tíma og svo uppbygging innviða. En munum alltaf þegar við byggjum upp innviði eins gott og loksins fætti sig grein fjármuni, við erum að byggja á auðlindinni. Við erum að byggja á náttúrunni og það þessi óspillta náttúra sem aðdráttarafli. Þannig að eins mikið maður gleðst yfir að greini við loksins fá fjármagn fyrir nauðsynlega hluti eins og stíga og kamra, þá líka breytist ásýndin smá saman, höfðar til nýra markhópa. Nýjir markhópar gera nýjar kröfur til þjónustu, innviða, uppbyggingar og alls þessa. Og eins og Ólöf sagði í kynningunni sinni, hvaða markhópa viljum við fá? Nú, að mínu mati þá á að byggja stefnumótun á rannsóknum á þolmörkum. Þetta að vera eina grundvallarrannsóknum. En til þess að það sé hægt, þá verður að vera búið að setja fram markmið. Markmið sem að segja til það hvað á að varðveita, hvers konar upplifun á svæðið að bjóða og til hvað markhópa á að höfða. Ég búin að vera að gera þolmarkarannsóknir alveg frá árinu 1999. Það hefur mest verið á hálendinu. Við erum búin að vera á 14 stöðum á hálendinu á 10 ára tímabili og það komið alveg afskaplega gott gagnasafn. Þetta var tilbúið árið 2011 með fjárstuðningi frá ráðuneyti ferðamála, en ég hef aldrei séð neitt nota þessi gögn. Þannig að maður spyr sig, af hverju að rannsaka, af hverju eyða pening í rannsóknir ef að við kunnum síðan ekki að nota þetta í stefnumótun og vinnum. Þannig að ég vona að séu núna breyttir tímar, notum þekkinguna sem við vísindamennir erum að reyna að skapa, notum það þegar við mótum stefnuna, en gerum ekki það sem dagstætt því sem að markaðurinn vill, ef við viljum halda áfram að höfða til þessa markhóps sem við erum að fá. En sem sagt, þegar menn taka ákvarðanir að byggja þær á þekkingu sem við sköpum með þessum þolmarkarannsóknum.